erum komin hérna í dag til að taka á móti þeim veitingaaðilum sem að fara að opna veitingastað hérna á nýja veitingastæðinu í Smáralind. Það búið að skrifa undir leigusamning við alla þessa aðila. Þetta eru 13 fjölbreyttir veitingastæðir sem að fara að opna hérna. Núna bara allt komið á fullt að gera allt tilbúið fyrir veitingastæði sem að opna núna í lok árs. Framkvæmdir hófust í ársbyrjun núna í janúar og til að þetta gangi eftir þá eru hérna núna upp undir 50 starfsmenn sem eru að vinna í verkinu á fullum krafti til að þetta klárist. Við erum að bæta við hérna bygginguna nokkur undir fermetrum og þar verður hægt að sitja undir stjörnubjörnum himni og borða og það náttúrulega hleypir meiri birtu inn í svæðið og þetta er hluti af því líka að gera Smáralind grænni. Við munum vera með gríðarlega mikið af gróðri, bæði lifandi og gervi. Hönnunin hérna er alveg glæsileg og þetta verður ofboðslega fallegt og sérstaklega hérna garðskáli sem ég er mjög spenntur fyrir að sjá hvernig kemur út. Við erum tíðagestir í Hafnartorgi. Það er þessi arkitektur og hljóðvist og lykt og þetta er allt verið standardfyllt annars staðar. Þess vegna var þetta eina staður sem við myndum vilja verið að hafa með heim. Því við verðum með rosa mikið grab and go, varðum morgunverðið, við erum með grautana, með djúsana, við erum með brauð og pesto og fólk getur komið og gripið með sér. Mér líst bara ótrúlega vel á þessa matel og allt sem við höfum séð frá teikningum og hvernig það lítið út. Ég er bara mjög spenntur að sjá loka útgáfuna á þessu. Það verður mikið framboð hérna og þetta er stórt svæði og það verður sæti hérna fyrir 577 manns. Áætlanir miðað við að mathöllinni verði lokið í lok október og þá hefist hérna rekstur. Þetta er náttúrulega langflottasta mathöllin. Þetta lítur ekkert eðlilega vel út. Er þið sammála því? Jú. Jú, það er.